Þriðji kafli, markaðsvæði. Það er mikilvægt að skilja hegðun neytenda. Ekki taka neytendum sem sjálfsögðum hlut. Ný trend koma upp í hverju sinni og fyrirtæki þurfa að fylgjast með þeirri þróun. Einstaklingar. Flest kaup byggjast á einum einstaklingi eða fjölskyldu. B2B hóparnir eru 3. Iðnaðarmenn sem kaupa vörur til þess að auka sér gæðin og framleiða vörur. Söluaðilar sem selja til dæmis í búðum. Síðast er það ríkisstofnanir eins og fangelsi sem kaupa til þess að nota nytsemi vörunar. Hver kaupir? Þetta eru semast 5 hlutverk við ákvörðunartöku. Það er uppboðsmaður, áhrifamaður, ákvörðunartaki, kaupandi og notandi. Þeir sem eru að markaðssetja verða að gera sér grein fyrir að það er ekki alltaf notandinn sem ákveður hvað skal kaupa. Því að sami aðilinn getur verið í öllum eða mörgum hlutverkum við ákvörðunartöku. Til dæmis getur barn verið ákvörðunartaki, biður foreldrunum að kaupa, þeir eru kaupmendur og svo er barnið og síst þess notendur. Það þarf að hafa áhrif á 4 aðila þarna. Börn eru oft þeir sem hafa áhrif á tækniinnkaup og fleira hjá fjölskyldu. En aftur að þessu, eins og ég sagði, uppboðsmaður, áhrifamaður, ákvörðunartaki, kaupandi og notandi. Uppboðsmaður, hann byrjar að velta kaupunum fyrir sér. Upplýsingar frá þessari manneskju hjálpa til við ákvörðunartöku. Svo er það áhrifamaðurinn. Hann er sá sem reynir að sannfæra aðra hvað skal kaupa, safnar upplýsingum það sem skiptir máli. Þriðji, það er sá sem hefur völdin og fjármagnið til þess að ákveða hvað er keypt. Fjórði, það er kaupandinn. Hann fer út í búðina, hann kaupir vöruna og hann kemur með hana heim. Og að lokum er það notandinn, að það er einfaldlega sá sem notar vöruna. Alright. Síðan er það kauphópar. DMU. Það eru hópar innan fyrirtækis sem starfa við að ákveða hvað skal kaupa. Þeir taka sameiginlega ákvörðun um það, hvað skal kaupa. Hvernig fara kaupin fram? Það er bara þannig að neyslan ræður ferlinu. Og útkoman frá því að neytandinn finnur fyrir þörf þá gat hún verið uppfyllt hamingja með vörunni. Þetta er semast eins og nammi eða sígarettur. Það er svona eftir hversu mikla þörf þú hefur fyrir þessu. Eða til dæmis takkaskór. Ef þú kaupir takkaskór ekkert oft, ef þú notar það ekkert oft, það fer eftir hversu nota oft, hversu oft þú ert að endurnýta það. Stærri lausn á vandamáli er til dæmis þegar þú kaupir bíl, þá þarftu að vera með mikla upplýsingaöflun og því það verður að vera rétt kaup. Takmörkuð lausn, þá er smá reynsla af vörunni og leitar eftir minna. Það er minni svona upplýsingaöflun af því að keks, það þarf ekkert svona gríðarlega mikla upplýsingar það. Bara þú veist það er gott og tapar ekkert miklu þeim. Hefðbundin lausn, þú kaupir alltaf aftur og aftur og þar getur auglýsingar hjálpað við að hafa nafnið ofarlega í huga. Til dæmis, og síðan það er breytileg lausn. Að breyta úr einni kekstegund í aðra til að prófa eitthvað nýtt. Og svona, mér langar að vera hollari eða mér langar að leyfa mig smá núna, aðeins að breyta til. Síðan er það sem að það getur komið upp þörf og það getur komið upp vandamál sem leiðir til þess að þú ert að kaupa. Þetta er einfaldlega bara þannig að þetta er númer 1, það er vandamálið að þörfin kemur upp. Númer 2, það er upplýsingaöflunin. 3, það er metið valkosti. Og 4, kaupin sjálf fara fram.
og að lokum 5. Mat á kaupunum eftir á. En förum í gegnum þetta. Vandamál eða þörf kemur upp. Þá til dæmis bara bensínið eða maturinn búinn eða uppþvottavélin einfaldlega bara bilar. Dagdraumar vöru og þú verður sem eigandi að fyrirtæki að þekkja vandamál neytenda. Það tvennt líka sem ræður hversu fljótt neytandi bregst við þörf sinni eða vandamáli. Það hversu mikið misræmi milli stöðuna sem neytandi í og æskilegrar stöðu. Ég meina, ef það vantar mat, þá fer hann alltaf strax að kaupa mat því það ekkert og lifir ekkert af á þess að borða. Og seinna, það mikilvægi vandamálsins miðað við annað sem þarf að kaupa. Þú getur nefnt sem tvennt. Bíllinn bilar eða uppþvottavélin bilar. Þú gerir frekar við bílinn að ef þú vilt geta komist í vinnuna heldur en að gera við uppþvottavélina að þú getur vaskað upp með höndunum. Síðan það upplýsingaöflunin. Það að skiptist í innri og ytri leit, en innri bara þegar kaupandinn rifjar upp mögulega lausnir á vandamálinu, ber saman kosti sem hann man eftir og notar persónulega reynslu sína. Þetta fer allt saman bara í kollinum og honum og það sem hann hefur bara notað áður. Ytri leit, það hins vegar þegar hann kannski treystir ekki alveg sjálfum sér eða vill bara fá meiri ráðgjöf, þá leitar hann til vina og fjölskyldu og mætir síðan á staðinn til að smakka eða prófa. Þetta svona, þú ert að kaupa bíl og þú treystir ekki alveg sjálfum, þannig að og vinirinn og fjölskylda segir, keyptu þessa tegund. Og síðan ferðu á staðinn til að prófa bílinn líka. Þetta gríðarlega mikilvægt bílakaup og þú vilt hafa alla mögulega upplýsingar. Síðan það kannski bara upplýsingar, þú ert að kaupa kex. Þá ertu ekkert endilega að hringi í vinina eða fjölskyldumeðlimum og bara kaupa kex og kaupa það. Bara 100 krónur, 200 krónur. Síðan þá metið valkosti. Það númer 3. Það kemur eftir upplýsingar. Það 4 þættir sem hafa mestu áhrifin á kaupandann. Kaupandinn reynir að fækka valkostum. En fólk leggur mismikið á sig. Það númer 1. Þá sjálfsmynd. Síðan það 2. Það áhætta. 3. Félagslegt og 4. Sæluáhrif. Sjálfsmyndin, það bara kaupin skipta máli eða hefur áhrif á sjálfsmynd kaupandans. Það vilja vöru sem eflir sjálfsmyndar, til dæmis föt. Ég meina þeir líður ekkert alltaf vel ef þú ert í einhverjum drastfötum við hliðina á fólki sem flottum fötum. Þannig þú vilt að fólk dáist að þér, þá eflir það stundum fólk að vera í flottum fötum, þó að það skipti ekkert í raun og veru miklu máli. Númer 2. Það áhættan. Því hærra verð, því meiri áhætta það að kaupa vöruna. Kaupin skipta miklu máli ef kaupandinn telur líklegt að hann gerir mistök. Þar kemur upplýsingaröflun líka gríðarlega mikið inn. Hún kikkar inn hana. Þetta til dæmis bara munurinn á að kaupa hús og tyggjó. Bara ef þú ert að kaupa hús, þú kannski fara að búa í 30 ár. Þú verður að vera að gera rétt kaup. Ef þú kaupir tyggjó, það versta falli þá hendur bara tyggjónu og kaupir eitthvað annað tyggjó. En síðan það númer 3, það félagslegt. Það styrkir félagslega stöðu. Þetta mikilvæg kaup. Bara, það getur þess að vera bara, þú start að líta vel út í vinnunni, það styrkir þig kannski að vera í vinnunni, ég veit það ekki alveg. Það að skoða þetta betur. Númer 4, það sæluáhrifin.
Fólk leitast einfaldlega bara eftir því að kaupa vörur sem veitir þeim sælu og hamingju. Ég meina, kaupir sjónvarp, það er skemmtilegt að horfa á sjónvarp, og kaupir síma, flottan síma, það er skemmtilegt að vera í símanum. Fótboltamaður kaupir sér fótbolta og íþróttaföt og fótboltaskóa því að honum finnst það gaman. En síðan ef við förum tilbaka í hvernig vandamálið eða þörfin leiðir til kaupa, þá er það númer 4 í því. Það eru kaupin sjálf fara fram. Það er ekki flókið, þú bara kaupir vöruna. Síðan númer 5 er mat á kaupum eftir á. En jákvæðar reynslur á vörunum er algjör draumur fyrir fyrirtæki. Þetta eru 2 möguleikar. Viðskiptavinir geta verið ánægðir eftir kaup eða séð eftir þeim. Það er mögulega vegna þess að kannski var varan of dýr, hún uppfyllir ekki gæðin, eða vonbrigðin of mikilla væntinga, eða jafnvel að það sé bara ekki hægt að skila vörunni. Þess vegna verða fyrirtæki að passa sig að keyra ekki upp væntingar því þú vilt frekar hafa svona góða vöru með svona extra plús sem að kaupandi veitir jákvæða reynslu og þá getum við tekið aftur í fyrsta kafla buzz marketing. Þá fer hann að segja vinum sínum og fjölskyldu frá og þá aukur þú kannski kaupin á vörunni. En ef þú setur væntingarna sky high þá það getur hrapað hans hratt. Fyrirtæki, kaupin í fyrirtækjum, þau eru einfaldlega aðeins lengra. Vandamál þörf kemur upp. Síðan skoða hversu mikið magn vantar fyrir fyrirtækið, hversu mikið, ef þú kaupa bréfaflum, hversu mikið vantar bréfaflum vantar, eða prentara, hversu marga prentara þeim vantar. Síðan leitað að mögulegum vörum, svona skoða ykkar búðum og þannig. Og þá er öflun og greining tilboða, það er svona ferðið tilboð og skoða hvað er besta tilboði, það er okkur tilboð metin. Síðan eru byrgjarvaldnir, þau eru búin að meta tilboðin. Hvernig þú ætlar að vala pöntunuleik, hvernig þú ætlar að panta og síðan eftir á mat og kaupum eftir á. Þetta er bara kaupin góð, hefði ég getað gert eitthvað betur, hefði ég getað keypt á þessu fyrirtæki, ég ætla ekki að versla á þessu aftur, ég ætla að versla við þessu aftur. Þetta er bara svona, bara mat á svona öllu. Hver eru skilyrðin fyrir kaup eða val á fyrirtæki? Þau eru einfaldlega bara misjöfn eftir fólki. En grunnurinn, af hverju fólk velur eitthvað ákveðið fyrirtæki, má skipta í 4 þætti. Þeir eru tæknilegi þættir, tilfinningalegi þættir, félagslegi þættir og persónulegi þættir. Tæknilegi þættir, það er til dæmis áreiðanleiki, ending, þægindi, stíll og afhending, hvernig hentugleiki er og bragð. Bara allt, sko. Tilfinningalegt. Það er verðið á vörunni. Það er auðgildi, hversu mikið virðir hún. Hvað kostar að reka vöruna ef þetta er sjónvarp, það kostar rafmagn á henni. Lokavirði, hversu í raun og veru mikil virði er hún eftir á. Og síðan lífsgildi. Ertu að kaupa bíl fyrir sem á að endast í 5 ára? Ertu að kaupa bíl sem á að endast í 10 ára? Viltu að sjónvarpið endist í 30 ára? Hvernig, ætlar að uppgreita eftir 2 ára? Síðan er það persónulegir þættir. Það að kíkja tilfinningarnir og sjálfsmyndin og siðferðið. Og hversu mikil áhætta er að kaupa þessa vöru. Þess að þetta skipta kannski tilfinningarlega. Þú veist, ef þú ert búin að mynda tengsl við fyrirtækis, það er gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtæki að mynda tengsl við neytendur, því þá vilja þær koma aftur bara því þetta er persónulegt. Til dæmis litlar búðir græða á því að vera persónulegar, því stórar búðir geta verið svo ópersónulegar að fólk leitast eftir persónulegu sannan viðskiptum, jafnvel þótt að séu aðeins dýrari. Áhrif á hegðun neytenda. Hvaða þættir skipta máli þegar kemur að hegðun? Það eru persónuleg áhrif og félagsleg áhrif. Persónuleg áhrif,
það upplýsingaöflun, það hvatning og það gildi, það skoðanir og það viðhorf, persónuleiki, lífsstíll, lífsferil. Þetta skiptir allt gríðarlega miklu máli. Síðan það félagslegi þættirnir. Það menning og menningarkynni, stétt í samfélagi, áhrifshópar, eins og fjölskylda, vinir og vinnufélag. Þetta einfaldlega bara persónulegt, það bindist svolítið við eina manneskju, hegðun neytandans, en félagslegi þættir, það allir í kringum neytandann. Hvar hann staddur, ertu kristinn, ertu gyðingur, ertu ríkur, ertu fátækur, hvað vilja vinirnir, hvernig eru vinnufélagarnir að gera, hvað vill fjölskyldan. Þetta verður ekki mikið lengra, það bara 3. kafli búinn. Takk fyrir mig.